heiti Helen María Ólafsdóttir og ég að vinna hjá Þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna og vinn þar sem sérfræðingur öryggismál og ég núna ég að vinna aðallega í Sómalíu og að vinna fyrir og aðstoða öryggisráðgjafa Sómalíu og öryggisstofnanirnar í landinu við það við nýja stefnumótun við öryggisáætlanir fyrir Sómalíu. Já, ég búin að vera hjá þessari stofnun í 17 ár og hef unnið víða fyrir þessa stofnun, bæði í höfuðstöðunum í New York í 7 ár og svo hef ég verið í Írak og Afganistan og fleiri stöðum, núna Sómalíu. Og þessi stofnun, hún mjög sérstök fyrir þess sakir að þetta svona stofnun sem að vinnur mjög þvert á við allt í sambandi við öll ráðuneyti. Þetta stofnun sem nánast allstaðar. Hún að aðstoða bæði stjórnvöld við svona allsherjar stefnumótun, til dæmis til þess að ná heimsmarkmiðunum, en hún líka með mjög spennandi verkefni á mörgum sviðum eins og bara til dæmis hreina orku, til dæmis að byggja upp atvinnulíf. Ég að vinna til dæmis við öryggismál og hef verið að vinna líka við dómsmál. Ég hef verið að vinna fyrir þessa stofnun til dæmis við það að byggja upp atvinnulíf fyrir til dæmis fólk sem konur sérstaklega, en það mjög sterkt og mikið starf sem fer þar fram með UN Women. Það eiginlega allstaðar þar sem ef þú horfir á heimsmarkmiðina þá þessi stofnun eiginlega að vinna í hverjum einasta geira. Oftast þá það til þess að aðstoða viðkomandi stjórnvöld við það að koma á stað sínum aðgerðaáætlunum eða bæta sína starfsemi. En svo vil ég líka taka fram að við vinnum rosalega mikið við eða bara í sambandi við alveg í grunninum bara í þorpunum. Við líka að vinna með fólkinu. Við að vinna til þess að reyna að fá raddir fólks til þess að þær séu teknar meira inn í ákvörðunartöku hjá stjórnvöldum og sérstaklega þetta mjög mikilvægt víða í Sörunu. Það sem að kannski lýðræðishallinn svolítið mikill, að þá skiptir rosalega miklu máli að vinna líka í samfélagunum til þess að styrkja samfélagin og bara, að hækka raddir þessa fólks til þess að geta haft áhrif á eigin stjórnmál og stjórnmálamenn og ákvörðunartökur. Og líka þá bara þegar við horfum til dæmis á dómskerfi, það gríðarlega mikilvægt að það sé horft í það að draga úr spillingu bara í dómskerfum, bara til þess að lyfta upp mannréttindum og fleira. Og bara, það alltaf þessi típisku mál, það mannréttindi og það jafnrétti kynjanna sem svona þverskurður í gegnum allt það starf sem við vinnum. Þessi starfsemi og þessi stofnun, hún nánast í hverju einasta landi og með mjög stór prógram, sérstaklega í Afríku, Miðausturlöndum og Suður-Asíu, Suður-Ameríku. Þannig að já, við komum víða við. Ég fór að vinna fyrir utanríkisráðuneytið sem starfsnemi í Strassborg fyrir mörgum árum síðan og þaðan fór ég í það að vera einnig að vinna fyrir friðargæsluna hjá utanríkisráðuneytinu og það það sem opnaði dyrnar fyrir það að komast inn í Sameinuðu þjóðirnar. Það ekkert endilega, ekkert endilega auðvelt að komast inn í Sameinuðu þjóðirnar. En það sem opnaði þessa dyr var að vinna fyrir utanríkisráðuneytið á Sri Lanka í hátt í 3 ár og það gaf mér nægilega mikla reynslu til þess að geta sótt starf sem ég var í Afganistan. Og síðan hef ég bara verið hjá Þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna síðan í mjög mörgum verkefnum. En þetta skipti miklu máli að komast þarna hjá utanríkisráðuneytinu og fá þessa mikilvægu reynslu. Svo vil ég líka benda á að fólk sem hefur til dæmis verið að starfa fyrir Rauða krossinn og svona þessar aðrar alþjóðlegar stofnanir, það ágætisleið inn til þess að fara inn í Sameinuðu þjóðirnar. Já, núna ég alfarið að vinna fyrir stjórnvöld í Sómalíu. Ég að hjálpa þeim. Bara stutt Sómalíu, þetta land sem það land sem efst á hinum svokallaða fragility list sem eitt af viðkvæmasta landi í heimi. Hvað varðar bara fátækt og stjórnarfar og stríð og annað. Þetta land hefur orðið hvað verst úti ásamt Tjad, hvað varðar hamfarahlýnun og við að upplifa það núna í Sómalíu, áhrif hamfarahlýnunar bara varðandi
þar eru flóð, þar eru þurrkar og af 17 milljónum þá eru 4 milljónir á vergangi. Þannig að áskoranir eru gríðarlegar. Þetta er eiginlega allt þarna í Sómalíu sem við erum að fást við varðandi áskoranir og til dæmis svo náttúrulega eins og margir vita að þá líka terrorismi, altså hryðjuverkasamtök, Al-Shabaab, stjórna stórum svæðum í Sómalíu og þau eru mjög virk og gera mjög tíðar árásir, ekki bara það sem þau eru með yfirráð yfir landsvæðunum, heldur gera árásir á til dæmis friðargæsluliðana þarna og það eru líka tíðar árásir á stjórnarbyggingar í Mogadishu, þar sem við erum. Þannig að þetta er rosalega erfitt. En það sem ég vil segja er það að ég er búin að vinna með stjórnvöldum þarna, ég er búin að vera að koma þarna síðan 2013 og ég virkilega nýt þess að vinna með Sómalum og sómalsku stjórnvöldum í dag. Þetta er fólk sem er mjög virkilega vill sjá umbætur í sínu eigin landi og vinnur hörðum höndum að því markmiði. Það sem kannski stendur þeim fyrir þrifum er það að þarna eru ættbálkar sem eru líka eiga svolítið í miklum styrjöldum sín á milli. En það er einhvern veginn alltaf þegar maður heldur að allt sé að fara í bál og brand að þá einhvern veginn hafa Sómalir þessa eiginleika að setja sig niður til tré og útkljá málin á svona frekar bara demokratískan hátt. Þannig að ég er sem sagt núna þar sem ég að fást við sérstaklega fyrir öryggisráðgjafa forsetans og hans teymi og öðrum öryggisstofnunum í landinu er að við erum með stefnumótum hvað varðar öryggi og hamfarahlýnun. Við erum að reyna að tengja saman hvernig við getum notað verkefni sem eru studd af alþjóðasamfélaginu til þess að koma í veg fyrir fleiri stríð og fleiri átök. Þannig að við erum að skoða landið í heild sína, við erum að reyna að skilja út frá miklu víðara samhengi öryggisvandamálið í rauninni, út frá bara að því að það náttúrulega fólk sem á vergangi, fólk hefur ekki rödd. Það eru líka ættbálkar sem hafa ekki rödd. Þetta er líka bara spurning efnahagslegt réttlæti, mannréttindi, það er mjög víða sem þarf að taka á þessum málum. En ég finn svona fólki sem ég vinn með að það virkilega þarna til þess að reyna að bæta ástandið og maður fær ótrúlega mikið út úr því að sjá þó þetta séu smáskref, eins og ég segi, ég verið að koma þarna síðan 2013, þannig ég sé uppbygginguna, ég sé breytinguna á þessum yfir 10 árum og það gefur manni ansi mikið. Það er það sem heldur manni kannski í þessum verkefnum að fær mikið út úr því. Þetta varðandi heimsmarkmiðin, þetta er náttúrulega, við vitum það reyndar að það er halli og við erum ekki að ná heimsmarkmiðinum á bara alþjóðavísu. Og Sómalía engin það er náttúrulega ástandið í Sómalíu út af hryðjuverkum og út af hamfarahlýnun að halda svolítið aftur af eðlilegri framþróun fyrir samfélögin. En það sem ég sé engu að síður að við erum að byggja upp stofnanir. Og þessar stofnanir vegna þess að þetta er land sem hefur í rauninni ekki haft neinar burði til þess að bara innheimta skatta eða þannig að þetta landið algjörlega háð eins og staðan í dag að mjög miklu leyti, 60-70% af þeirra svona ríkissjóði bara kemur utanfrá. Og það rosalegt að vera háður alþjóðasamfélaginu, það er erfitt. En svona smám saman þá hafa stjórnvöld í Sómalíu verið að taka meira á sig, að borga meira sjálf og það svona, við sjáum örlítið svona umbætur varðandi skatttekjur. Þá getur ríkið farið að veita meiri aðstoð til sína eigin borgara. En ég ætla ekkert að draga úr því að heimsmarkmiðin allstaðar eiga undir högg að sækja og af því að Sómalía að glíma við alveg hræðilegar afleiðingar af hamfarahlýnunum, þá erum við einhvern veginn svolítið eftir á og við erum einhvern veginn núna að reyna að snúa þessari þróun við með með aðlögunum. Það að segja nota fjármagni betur til þess að gera aðlaganir þar sem við getum til dæmis bara ýtt undir vatnsbúskap, að þessi betri vatnsbúskapur, þetta nefnilega, það eru heilu svæðin í Sómalíu sem að þurrkast upp og við vitum það að það verður 50% minna vatn eftir bara örfá áratugi og þarna samfélag sem að reiði sig á landbúnað algjörlega og þarna náttúrulega líka heilu ættbálkarnir sem að fara á milli með sína með kameldýrin sín, þannig að þar sem að vatnið ekki, þar verða átök og við erum að skoða hvernig við getum komið í veg fyrir það.
En þannig að ég ætla ekki að draga úr því að við erum kannski ekki að ná heimsmarkmiðunum eins og við hefðum viljað sjá, en það bara út af afleiðingum hamfarahlýnunar sem hefur síðan áhrif á stríð og ýtir undir átök. Þetta bein tenging oft þarna á milli. Á tímabili þegar ég var í höfuðstöðunum að þá hafði ég það verk að fara út að heimsækja ólíkar friðargæslur út allan heim. Og það sem að mér fannst ótrúlegt var að verða vitni að og vera partur af batteri sem að bjarga lífi fólks. Vegna þess að það sem maður sér á þessum ferðalögum rosalega erfitt að horfa upp á fólk sem að, hefur ekki mat, hefur ekki skjól, þúsundir flóttamanna sem hafa hrökklast kannski úr þorpunum sínum, að setjast niður með kannski fólki eða konu sem ég man sérstaklega eftir sem að henni var nauðgað og öll fjölskyldan drepin fyrir framan hana, þetta var í Súdan. Það bara það að koma að því að vera þáttakandi í batteríi sem að reyna að hjálpa þessu fólki, sem að verst statt. Að horfa upp á þessa örbirgð og efnahagslegt og óréttlæti í heiminum rosalega erfitt. En mér finnst til dæmis þegar ég var í Suður-Súdan að horfa upp á starf Sameinuðu þjóðanna þar, sem bara hreinlega bjargaði þar stórum hópi fólks frá þjóðamorði, var rosalega einstakt. Þannig að þetta ekki bara kannski eitthvað sem ég hef persónulega verið þáttur af. Ég rosalega stolt af mörgum verkefnum sem ég hef tekið persónulega þátt í, en þetta bara stórt batteri sem ég trúa því það ekkert annað. Og svo finnst mér líka, ég reyndar vann við kannski eitt sem ég man sérstaklega eftir sem var í Írak. Að ég var partur af því að ýta af stað að það yrði opnað svona family protection units í öllum í lögreglustöðum þvert og kruss Írak. Og þetta var verkefni sem tók mörg ár, en það var rosalega einstakt að koma inn í lögreglustöð þar sem var búið að setja upp borð og sérstaka móttöku fyrir konur sem hafa orðið fyrir bara annaðhvort kynferðisafbrotum eða það hafa orðið fórnarlömb kynferðisafbrota eða bara ofbeldis. Og það kannski það sem var rosalega gefandi að sjá þessar afleiðingar. Því oft sé ég ekki afleiðingarnar af því sem ég að gera vegna þess að þróun tekur svo marga áratugi. Þróunarverkefni skil ekki neinu endilega á fyrstu 2-3 árum. En þarna á 4 árum sá ég konkrétt eitthvað sem ég hafði átt þátt í að starta. Þannig að ég er stolt af því. Ég held að öllum starfsmönnum Sameinuðu þjóðanna og allir sem vinna fyrir Sameinuðu þjóðirnar í dag hafa miklar áhyggjur af því að það verið að grafa undan stofnuninni mjög víða. Við finnum það og við sjáum það að líka bara fólk sem vinnur við hjálparstarf, það engum hlíft, þannig að hjálparstarf ekki lengur neitt það ekkert öryggi sem hjálparstarfsmenn lifa við og við sjáum þetta bara sérstaklega núna á Gaza og eins í Súdan og víðar. Ég veit að ég og mínir kollegar hafa rosalega miklar áhyggjur af það að meðan að öryggisráðið virkar ekki vegna þess að það bara átök á milli stórríkjanna, að þá í rauninni afleiðingin svo rosaleg fyrir allar aðrar, öll önnur átök í heiminum, sérstaklega í Afríku. Og þegar það ekki hægt að komast að samkomulagi að grípa inn í það sem að öryggisráðið varðar, að þá einhvern veginn sjáum við afleiðingarnar að það átökin að stigmagnast í heiminum öllum. Og það virðist ekki vera neinir tilburðir til þess að taka á þessu inn í öryggisráðinu og þetta líka varðandi alþjóðadómstólinn að við sjáum að það grafið undan, það ekki verið að fylgja eftir úrskurði alþjóðadómstólsins sem alveg rosalega erfitt og líka vil ég nefna það að það ekki verið að fara eftir öryggisályktunum í öryggisráðinu. Þetta grefur allt undir bara lögmæti stofnunar til þess að grípa inn í þar sem að átökin geisa eða í þann mynd að brjótast út. Og þetta rosalega stór áskorun. Ég meina, hann hefur sagt það sjálfur, hann Guterres, aðalritari Sameinuðu þjóðanna, að við verðum að finna lausn til þess að í rauninni það verða umbætur innan Sameinuðu þjóðanna. Vegna þess að neitunarvaldið það að hafa svo gríðarlega neikvæð áhrif, það svo mikil pólarisering í heiminum í dag. Þannig að við finnum þetta sjálf bara á lægri stigum hvernig þetta að hafa áhrif á stofnunina og bara gildi hennar og lögmæti hennar til þess að standa í mjög erfiðum verkefnum.
Þó að Ísland sé smáríki, þá eru við mjög framalega hvað varðar ákveðin heimsmarkmið og hvort sem það er jafnrétti kynjanna, hrein orka til dæmis. Við erum líka, þegar kemur að sko bara, já, ég myndi segja, við erum með friðsamustu þjóðum í heimi. Og þetta er mjög mikið sérstaða og við eigum að vinna í sérstaklega þegar kemur að frið, þá finnst mér Ísland eiga mjög mikið erindi. Og með hinum Norðurlöndunum að þá held ég að við getum verið rosalega sterk rödd. Það er mikil virðing borin fyrir Norðurlöndunum innan Sameinuðu þjóðanna. Þetta er sterkur hópur sem að hefur svona, ég kalla það svona pólitískt kapital, það sem að við getum látið okkur heyra. Og ég bara virkilega vildi sjá Ísland taka svolítið meira af skarið þegar að kemur að því að tala fyrir friði og diplómasíu. Því að það sem er að gerast í dag er að það á sér ekki stað nógu mikið samtal. Vegna þess að stríð getur ekki verið sem sagt einhver lending. Stríð er eitthvað sem að sko ég er náttúrulega búin að horfa upp á alveg óbúslega mörg stríð og afleiðingar þeirra. Við verðum að vera duglegri að koma í veg fyrir stríð. Og mér finnst Ísland sem eitt af friðsamlegustu löndum í heimi eiga bara fullt erindi að taka svolítið af skarið með hinum Norðurlöndunum að berjast fyrir því að það sé meiri diplómasía innan aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna. Við verðum að tala saman. Það þýðir ekki að vera að eyða öllum þessum peningum í þessi vopn vegna þess að eins og ég segi, það er ástæða fyrir að heimsmarkmiðin eru ekki að nást. Það er bara allt og mikið sem að fer í stríðsrekstur og ekki nógu mikið í það að reyna að koma í veg fyrir stríð. Og eitt sem ég vil segja er að hvar hafa Sameinuðu þjóðirnar staðið sig best? Við heyrum ekki af þeim, af þessum málum. Því það á sér alveg gríðarlega mikilvægt starf á baku tjöldin, þar sem Sameinuðu þjóðirnar eru á hverjum einasta degi út allan heim að standa í gríðarlega mikilvægum samningaviðræðum við stjórnvöld aðgengi varðandi mannúðaraðstoð. Þannig að þú veist, mjög víða vitum við sem vinnum fyrir stofnunina hvaða afrek eru þar sem að bara varðandi þetta að komast að með mannúðaraðstoð af fólki sem að annars myndi bara hreinlega deyja. Þannig að, og ég sjálf hef séð þetta líka í Sómalíu, að við fréttum þar sem að ekki, bara tek sem dæmi, að við höfum oft verið mjög nálægt í að það hafi brotist út einhver átök á milli ólíkra ættbálka. En ég veit hvernig yfirmaður Sameinuðu þjóðanna í Sómalíu hefur með sinni skrifstofu geta komið í veg fyrir fjöldan allan af átökum með því að setja fólk niður og leiða samningaviðræður. Þetta eru hlutir sem við heyrum ekkert endilega en það er ótrúlegt starf sem Sameinuðu þjóðirnar eru að vinna, sérstaklega varðandi mannúðaraðstoð, það sem eru ekki bara stríðsátök, heldur líka er verið að semja við hryðjuverkasamtök eða sem eru þá, þú veist, hryðjuverkasamtök kannski, þú veist, stimpluð það einhvers staðar, að þar eru Sameinuðu þjóðirnar alltaf samt á milli að reyna að greiða fyrir að komast að fólki og hjálpa fólki. Það er mjög auðvelt að krítisera Sameinuðu þjóðirnar og það er víða sem að hefur verið talað það sem Sameinuðu þjóðirnar eru taldar hafa brugðist, til dæmis eins og Rúanda er eitt dæmi. En eins og ég, þetta atvik sem átti sér stað í Suður-Súdan þegar að Sameinuðu þjóðirnar opnuðu hreinlega allar skrifstofur sínar og alla kampana sína fyrir fólki og komu í veg fyrir þjóðarmorð, það var alveg ótrúlegt afrek út af fyrir sig. Ég myndi segja að í dag að Sameinuðu þjóðirnar, hvað varðar mannúðaraðstoð, eru að vinna þrekvirki. Hvort sem það er út af stríði eða út af einhverju annars konar krísu, þá loftslagsváni. Það sem ég held samt að sé vandamál í dag er að það er ekki miklu peningar sem eru látnir í þessa, hvort sem það er mannúðaraðstoð að vantar gríðarlega mikið fjármagn í mannúðaraðstoð. En Sameinuðu þjóðirnar standa sér best þegar kemur að milli stríðandi fylkinga, þar sem Sameinuðu þjóðirnar geta verið stórt og mikilvægt afl í að leiða samningaviðræður. Sameinuðu þjóðirnar hafa í gegnum friðargæsluliða sína oft verið, við vitum þó nokkrar friðargæslur sem hafa kannski verið á sama stað í fjölmörg ár og eru þar bara til þess að halda aftur af stríði. En ég vil samt taka fram að Sameinuðu þjóðirnar eiga dálítið undir högg að sækja einmitt út af því
að það svo mikið polarisering í alþjóðasamfélaginu sem grefur undir þá burðum Sameinuðu þjóðanna til þess að beita sér fyrir gegn stríði, til þess að koma í veg fyrir átök þar sem að við getum ekki sett friðargæsluliða vegna þess að fæst ekki, öryggisráðið getur ekki komið sér saman aðgerðir eins og staðan í dag. Þannig að það eru þrekvirki sem eru unnin á hverjum degi, en mér finnst stofnunin standa á tímamótum hvað varðar hvert erum við að fara með þetta vegna þess að eins og ég segi, þegar öryggisráðið virkar ekki, að þá rosalega erfitt fyrir Sameinuðu þjóðirnar að grípa inn í. En á meðan það að þá einhvern veginn mannúðaraðstoðin af því að diplómasían er því miður ekki til staðar, að þá einhvern veginn eins og við séum að reyna, aðildarríki Sameinuðu þjóðirnar að reyna að nota mannúðaraðstoðina til þess að koma bara af því að okkur hefur ekki tekist að koma í veg fyrir stríð. Þannig að þá erum við einhvern veginn að koma inn með mannúðaraðstoð til þess að díla við allt þetta sem ætti í rauninni að vera gripið inn í strax hjá öryggisráðinu. Og þetta svolítið erfitt að horfa upp á þetta við séum á þessum stað í dag. Ég vildi að ég geti verið jákvæðari, en ég held að aðildarríki heims séu líka að kalla eftir, sérstaklega ríkin í suðrinu, að kalla eftir umsvifamiklum umbótum í alþjóðakerfinu öllu. Vegna þess að fólki finnst að vera tvær reglur, að Vesturlöndin, að þau einhvern veginn þurfi ekki að lifa við þær reglur sem að við síðan ætlumst til þess að ríkin í suðrinu lifi við. Þannig að það þarf nýtt samtal og við þurfum að skoða svolítið hvernig þessi stofnun á eftir að líta út í framtíðinni. En ég segi enn og aftur, þetta samt eina stofnun sem við höfum. Þetta eina sem við höfum. Þetta eina batteríið sem getur gripið inn í á örlagaríkum stundum og bjargað tugi þúsunda manns. Það eru Sameinuðu þjóðirnar. Sameinuðu þjóðirnar eru alveg gríðarlega stórt batteri. Það eru svo margar stofnanir, þannig að það ætti hver og einn að geta fundið eitthvað við sitt sérsvið. Hvort sem það í upplýsingatækni, eða hvort sem það í matvælafræðum, Sameinuðu þjóðirnar, þetta eru svo tugi stofnana sem eru þarna innan Sameinuðu þjóðanna. Þannig að allar ætti að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Þetta ákveðið kall að taka þátt í þessu verkefni vegna þess að þú ert í rauninni eins og opinber starfsmaður. Þú ert að servera, frekar en að vinna fyrir fyrirtæki. Þetta ég myndi segja, leiðin kannski inn, það oft gott að byrja bara hjá svona annarkvort, til dæmis varðandi Ísland, hjá utanríkisþjónustunni í einhverju svona starfsþjálfunarnámi, Rauði krossinn. Það líka gott að komast að hjá svona hjálparsamtökum sem eru víða heim. Og oft bara ágætt að drífa sig og fara bara og jafnvel gefa svolítið að fara bara í nokkra mánuði og jafnvel bara í starfsþjálfun. Það ýmsar leiðir, þetta flókið, en þeir sem ég hef séð sem hafa virkilega vilja fara inn í Sameinuðu þjóðirnar, þeir gera það, þeir finna leiðin. En Ísland einhvern veginn þannig að það gefur okkur svolítið mikið tækifæri, við erum miklu generalistar og fólk yngra fólk upplifir oft miklu meiri ábyrgð í sínu starfi heldur en við sjáum erlendis. Og ég upplifði það sjálf þegar ég fór inn í utanríkisráðuneytið og svo var ég á Sri Lanka í friðargæslunni, að ábyrgðin sem ég fekk sem ung kona var miklu meiri heldur en kannski kollega mínir frá öðrum löndum. Þannig að við búum svolítið vel að því að vera með svolítið sterkan grunn. Þannig að ég myndi bara, endilega að fyrir íslensk ungmenni að þetta gefandi starf og ég bara sé ekki eftir ég hafa farið að nefnd. Þetta alveg ótrúleg lífsreynsla. Líka bara að vinna á fjölmenningastað. Það alveg frábært að vinna með fólki frá öllum hlutum heims og það bara orðið eðlilegu veruleiki fyrir mér. Þannig að mér finnst mjög skrítið að koma inn á vinnustaða sem kannski bara Íslendingar eða það rosalega skrítið fyrir mig en þetta gefur manni ótrúlega mikið.